Við förum núna upp í Árbæjarsafn og hittum þar Hjörleif arkitekt Stefánsson sem hefur skrifað lærða bókum íslenska torfbæinn. Hjörleifur, þessi stóra bók sem þú hefur skrifað íslenska torfbæinn, hún heitir Af jörðu og það náttúrulega hæfir efninu mjög vel. Það er alltaf hægt að hugsa sér jarðneskari híbýli heldur en torfhús. Þau eru bara byggð úr því efni sem hendi næst og þannig byggðu Íslendingar frá upphafi og alveg fram undir byrjun 20. aldar. Árið 1914 bjó enn helmingur þjóðarinnar í torfhúsum og fram á 19. öldina það má segja megin þorri hafi búið í torfhúsum. Og það er þá fyrst sem að timburhús og steinsmíðu hús fara að koma til sögunar. Þetta hafi ekki allt verið kot þótt að væru torfbæir? Nei, fjarri því, óraveg frá því. Það er full ástæði til þess að ætla að mjög lengi hafi verið til afar glæsileg torfhús. Og já, reyndar er það nú þannig sko að glæsilegustu torfbæirnir sem enn eru til, pressetrin, sem byggður miðja 19. öld, eru glæsileg hús. Við höfum samt þessa mynd af torfbænum sem köldum, sagafullum, óheilsusamlegum. Já, sko, það leyti sem Ísland byggðist, þá er það þannig að í öllum ósérhæfðum samfélögum á norðurslóð, það byggðu menn torfhús. Hver bóndi byggði úr því efni sem hann réð yfir og með þeim verkfærum og þeirri verkefnótti sem hann réð yfir. Og á norðurslóð, sko, það sem kalt af vetrarlagi, þá var torfið langheppilegasta byggingarefnið. Það má segja að það hefði verið í raun og veru það efni sem gerði mönnum kleift að búa við þessi skilyrði. Þannig að þetta voru heilnæm híbýli á þeim tíma. En svo breytast tímar og menn læra að byggja öðruvísi og jafnframt þá breytast kröfur til hreinlætis og svo þegar líða tekur á 19. öldina þá fer að verða ljóst að torfhúsa tímabili mun líða undir lok. Já. Svo gerist það bara á rauninni örskömmum tíma að torfbæirnir hverfa? Já, það kemur nú að því að það er bannað að byggja torfhús í Reykjavík til dæmis og þau hverfa á tiltölulega skömmu tíma en á sama tíma þá fær torfbærinn einhvers konar táknmynd í augum þjóðarinnar. Já. Hann verður einhvern veginn tákn íslenska þjóðmenningu og fyrstu arkitektarnir sem koma til landsins og hafa numið erlendis, þeir fjalla allir torfhúsið með eftirsjá. Já. Og þeir láta sig dreyma það að geta á einhvern hátt borið þessi menningaráhrif áfram inn í nýja öld, inn í steinsteypuöldina og gera tilraunir til þess, samanber Burstabæina eftir Guðjón Samúelsson úr steinsteypu. En það kemur svo í ljós fljótlega að þetta er ekki vinnandi vegur og þeir verða að hverfa frá þessu. En þeim var sko hugleikið eitthvað fagurfræðilegt samband torfbæjarins og landslagsins. Og landslagið og torfbærinn eru sem sagt táknmynd íslensku menningarinnar í þeirra hugum. En sko torfbærinn er ekkert, við höfum alltaf haldið að þetta væri sko sérstakt íslenskt, en þú rauninni sýnir fram á að svo er ekki. Já sko, það leyti sem Ísland byggist, þá er verið að byggja torfhús á allri norðurslóð, norðanvert Atlantshaf. Og í raun og veru allt í kringum hnöttin, í kringum heimskautsbaug byggja menn úr torfi. Norræni menn byggja sem sagt hús sem eiga að vera varanleg, samar, indjánar og inúítar byggja torfhús sem eru skammtímahús, þetta eru sem sagt veiðimannasamfélög og þeir byggja úr torfi. Og í raun og veru sko þá hafa menn byggt úr jarðvegsefnum nánast allan hnöttinn og jafnvel enn í dag gerist þetta í sumstaðar í Afríku, í Íran og víðar. Þá byggja menn úr leir, það er að segja þeim jarðveg sem undir fótum þeirra er. Þetta er bara dæmi gert fyrir ósérhæfð samfélag. Í Skotlandi byggðu menn torfhús á 19. öldinni, leiguliðar byggðu sér torfhús, aðallinn byggðu sér og landeigendur byggðu sér hús úr steini, en það var aragrúi torfhúsa á Skotlandi alveg fram á 20. öld. Og tiltölulega nýlega hafa menn áttað sig á því að í norður Noregi og nyrst í Rússlandi er að finna leifar af torfbæjum sem svipar margt til íslenska gangabæjarins. Já. Þetta er nokkuð sem að menn hafa ekki gert sig grein fyrir nú bara á allra seinustu árum. Sko, við höfum þennan sérstaka gangnabæ
og svo eru það fjósbaðstofunar sem eru nokkuð sérkennilegar. Já, fjósbaðstofan er stórmerkilegt fyrirbæri. Hún þekkist af rituðum heimildum frá 15. öld og svo á 19. öld fer hún að verða mjög algeng, aðalega í Skaftafellssýslum og Þingeyjarsýslum og í Eyjafirði. Og hún byggði sem sagt á þessu að baðstofan var höfð yfir fjósin og þá fékkst ylur frá kúnum og upp í baðstofuna. Ég hef gert svolítið tilraun til að reikna út svokallaðan varmabúskap svona baðstofu og það er nú bara þannig að meðalmaður er talinn gefa frá sér það bil 100 vött í hvíld. Kýrin gefur frá sér 800 vött. Já. Og jafnvel þó svo að sko maður taki tillit til aukins rúmmáls rýmisins þegar fjósið er með, þá er það staðreynd að heildarvarmagjöfin í fjósbaðstofu er það bil helmingi meiri heldur en í baðstofu án fjóssins. Nú, íslensku baðstofurnar voru ekki hitaður upp með ofnum fyrir en komið fram á 20. öldina og Tryggvi Emilsson segir frá því í bók sinni Fátækt fólk að upp úr 1920 þegar hann bjó í Öxnadal þá var þar hvergi ofn að finna í baðstofu. Baðstofurnar voru litlar og því minni sem þær voru, þeim hlýrra var í þeim. Þar var lenska, ef maður þurfti að bregða sér að bæ í kuldatíð af vetrarlagi, það var náði kind út í fjárhús til að setja í rúmið hans, til að missa ekki ylinn. Ein kind gefur frá sér það bil jafnmikinn varma og maður. Rúin kind, þar að segja gefur frá sér álíka mikið, ef hún er ennþá í reifum þá er það aðeins minna. En það voru líka dæmið þess að menn náði kálf til að setja í rúmið til að missa ekki ylinn. Svo mikilvægt var þetta. Og þetta er sem sagt komið fram á 20. öldina. Sko, við erum hérna í Árbæ og hér er torfbær, einn af þeim best varðveittu á Íslandi. Síðan hvenær er þessi byggð? Og þetta er svona bær sko frá seinasta tímabili torfbæjarins þegar hann er í raun og veru að losa sig við torfið og stefnir í það að verða timburhús. En þessi torfbæir voru þannig að menn voru alltaf að byggja við það og þetta var aldrei klárað í raun og veru. Já, það er rétt. Bærin er í stöðuri byggingu. Hann er aldrei fullbyggður. Þetta er bara byggingaferli sem er hluti af daglegu lífi manna. Og fyrir einasta ári þarf að endurbyggja hús, dyttað húsum og í hvers skipti sem hús er endurbyggt þá breytist það svo lítið eftir þörfum. Þannig að sko flestir elstu torfbæirnir okkar, það er ekki hægt að finna upphaf þeirra í raun og veru. Þeir eru bara samfellt ferli og alltaf verður að breytast. Þar til undir lokin að þegar þeir eru gerðir að söfnum þá má segja að menn reyna að stöðva þessa þróun og halda þeim við eins og þeir voru á seinasta skeiðinu. En þeir eru sem sagt ekkert margir til? Sko. Nei, þeir eru örfáir í raun og veru. Og því miður, sko, það er náttúrulega þannig að minjavarslan öll er sprottin af þjóðernisrómantík 19. aldar. Og þegar menn fara að varðveita torfbæina, þá eru menn öðrum þræði að leitast við að varðveita góðu eintökin, glæsilegu eintökin sem eru til upphafningar. Torfkotin, þau hafa ekki verið varðveitt. Það er að segja bæirnir sem hafa verið varðveittir gefa ekki eðlilega eða skýra mynd af lifnaðarháttum almennings á þessum tíma. Þetta eru pressetrin og glæsilegustu húsin. En þetta er nú ekki svo langt síðan, sko, ég á afa ömmur sem að ólust upp í torfbæjum. Sko, seinasti torfbærin sem að ég veit til þess að hafa verið byggður hér á landi var reistur skömmu eftir 1940. Það var pínulítið kot austur í Breiðdal. Og það hús stendur enn uppi því miður að falli komið. En sko alveg fram á þann tíma voru menn að byggja torfhús.